Velkomin. Takk fyrir. Hvað segirðu? Ég segi bara allt gott. Já. Og Á ekki að kynna mig. jú. Já. Guðbjörg Ír Valkyrja, Guðbjörgadóttir heiti ég. Já. Já. Guðbjörg Ír Valkyrja Guðbjörgadóttir. Já. Þetta langt nafn. Það er langt. Og hvað hvað ertu gömul og hvaðan ertu og... Ég er 44 ára og ég er allstarað. Já. Ég bjó í Ólafsvík og Mosfellsbæ og Sandgerði og Ólafsvík og enda svo í Reykjavík. Já. Býrðu hér núna í bænum? Já, býr í Reykjavík, vinn á spítalanum, Landspítalanum. Ok. Þú ert hjúkrunarfræðingur? Nei, ég lærið félagsliði og er sjúkraliðanemi. Já. Ok. Já, var að vinna í málefni fatlaðra í 20 ár, Vá. cirka. Það er magnað. Fór í viðtal hjá þér 2015. Einmitt, já, hún.is. Já. Og hvernig var æskan þín? Það er bara svona byrjum þar. Já, hún var mjög flókin. Já. Já, þegar maður kemur á alkoholísku heimili. Jú. Já, mikið flutninga og svona rótleysi. Já. Já, og pabbi var svona túrakall, Já. skipstjóri og svona Það er og mamma náttúrulega meðvirk með því. Já. Já, þannig bara svona eins og fylgir. Einmitt. Já, þannig þetta var mikið rótleysi og Þannig að þið eru mörg systkini eða? við erum 3 alsystkinin, svo 2 hálfsystkini. Já. 1 eldra og 1 mun yngra. Já, einmitt. Og já, við erum 3 systkinin og við erum 14 mánuðir á milli mín og yngri bróður minns og svo litli bróður minn, hann er 9 árum yngri en ég. Já. Ok, og þið, og voru það og mamma en pappi alltaf saman þegar þú varst að alast upp eða? Já, þau skilja þegar ég er 16 ára, alveg. Já. Já, þau eru búin að slíta samvistu þegar ég er 15 og svo er skilnaði þegar ég er 16. Já. Ok, hvernig var svona, þú hefur þá verið í grunnskóla á Ólafsvík, Ég var í Ólafsvík, nei, ég var í grunnskóla í Mosfellsbæ, Sandgerði, var 1 vetur í Ólafsvík, leið mjög illa þar og flytt þá í bæinn og flytt til vinkonunnar móður minnar þegar ég er 12 ára og 13 ára ég fann að leiða mér herbyggi. 13 ára? 13 ára, já, þá leiði ég herbyggi hjá stelpusár í háskólanum. Já, Ok. er þar fangið í 15 ára og er þá bara farin að leiða herbyggi henni Reykjavík, já. Og borgaður bara leigun sjálf? Nei, ég fóreldrarnir náttúrulega, já, já, til þess að framfæst skild mér og svona, sko. En það gekk ekki upp að ég var í skóla í Ólafsvík, sko. Nei. Ég leiði ekki vel þar og... Hvað var það sem að svona... Sko, ég er bara búin að loka svo mikið á þetta, þannig ég bara í rauninni get mjög lítið svara fyrir þetta. Ok. Sko, það er bara einhvern heilin einhvern veginn vendamann, sko. Ef það er eitthvað svona tráma, þá oft bara lokar það á. Þannig að þú manst í rauninni ekkert kannski hvað það var. Nei, ég veit bara það að mér leiði ekki vel þannig. Ég veit það. Já. En þú veist, hvað það nákvæmlega var, þá veit ég ekki. Alveg, ég man ekki eftir því, sko. Nei. En ég man eftir kennanum sig að ég var 6 ára bekk, sko. Já. Þannig, Já. Ragnhildur Torfa, já. En, Var hún góðu kennari eða? já, hún er mjög góð kennari. Ég man ekki eftir neinum öðrum kennarum. Nei. Ekki eins og 10. bekk, sko. Jú, ég man eftir kennari sem Sofía Hansen, sem með 8. bekk. Sofía Hansen, eina sanna? Svo eina sanna Sofía Ha? Hansen, já. Oh my. Með dönsku stílana sína á föstudögum. Já, ok. Hvaða, í hvað skóla varst í 10. bekk? Hagaskóla. Já, hann bara hérna í bænum. Já. Þannig að þú ert, 13 ára þá ert að leiða herbyggi, já, býrðu hérna hjá einhverjum og hvað, hvernig var það? Ég hugsa bara, þú veist ekki með foreldræna? Sko, þegar ég er 12 ára, þar kynnist ég mjög mikið að vera sjálfstæð í hugsun. Ég býð þar hjá vinkonum mömmu sem er listakona og hún lappa út allt, sko, og þú veist, henni var svo alveg saman, gekk í fötum og nýtjamörkum á þeim tíma, sko, og svona, og hún kendi mér rosalega mikið að vera svona alveg sama hvað fólki finnst og vera gagnrýnin og þú veist, passa hvað ég ætti að segja og hún var með mjög mikil fyrirmynd í því bara að vera sterkur einstaklingur og að láta ekki aðra stjórnast í mér. Svo því að 13 ára flytti ég til þessara konu sem er í háskólanum, ótrúlega góð kona, hún var 24 eða 5 ára. Það var kona fyrir þér. Já, kona fyrir mér
og hún var alveg yndisleg, sko. Það var alveg kvöldmatur og svona, hún var mjög góð við mig, sko, og ég leit mikið upp til hennar, hún var svona skvísa og flugfreyja og svona, og svo flytt ég í 10. bekk, þá fyrir ég leigja herbyggi hjá það sem ein kona í rauninni, þetta bara svona íbúð, þar sem þau eru 2 að leigja og við deildum, og þar var bara engin ægir, sko, það bara byrjaði djammið. Já. Ok, Þannig því ég í 10. bekk ég bara í rauninni bara sjálfvalast, þannig, sko, þannig þetta litla sem ég hafði mitt eins og frá þessar konu sem bjó hjá, sem var í háskólanum, sem var með ung sjálf, að var mér mjög góð að það bara í 10. bekk þannig var ég bara hann sjálfvala. Ertu einhver sambandi við þessu konu í dag? Því miður, það var ekki, nei. Já, ég hitt hana einu sinni, þessi Guð komið nú gamall, ég held að sé að vera tæp 20 ára síðan eitthvað. Já, það var ég verið nings, ég var 25 ára. Já, það 19 ára síðan. Ok, já, þannig að þú hefur verið bara orðin sjálfvala í 10. bekk og bara, já, verið svolítið bara, náttúrulega væntanlega upplifa svolítið að þú bara gæti gert það sem þú vildir, ekki? Jú, ég gerði bara það sem ég vildi. Já. Og hvernig leiði með það? Hvernig gekk 10. bekkurinn? Það var náttúrulega bara, ég þróaði mjög hratt með mér alkoholisma og það var mikið djam og svona, sko, og einhverjuna hröpuðu og svona, ég öfundaði krakka sem ætti foreldra svona og vera ekki afskiptalausir. Já, ég gerði það sumu, þetta frelsi ekki tólt. Alls ekki, sko. Og þarna, já. Og þau hafa örugglega öfundað þig að því að vera með þetta frelsi. En ég ekkert viss allir að gert það, sko. Nei. Já. Ég stundum pælt í því bara hvað var allt fullorðnu fólki. Ég var oft pælt í því hvað allt fullorðnu fólki var. Já. Bara, viss allir af þessu og bara, skrítið, að því að þetta var líka þegar, ég er 42, já, 42, ég þarf alltaf að hugsa að ég held ég sé djúpri afneitunum hvað ég er gömul, sko. Já, ég 44, þannig að ég bara, ég man eftir ég er bara 20, segjum það bara. Ég er bara 25. Já, 25. Þegar ég fór að heiman í 10. bekk sjálf, að því að það var ekki kendu 10. bekkur í sveitinni. Og þetta þótti ekki tiltökum mál, við gerðum þetta við vorum alltaf bara 4 í bekk, sko, í sveitin minni, en það fór allir í burtu í 10. bekk og það var ekkert eitthvað svona í dag erum við meðvituð það að krakkar í 10. bekk eru börn. Já, þarna var bara, meira hóstamann sem að væri bara fullanum. En ég var að vinna hættulegum vélum bara þegar ég 13 ára. Svona hausurum, sko, sem bara snúa, sko, menn að fólk var að missa puttana og alls konar. Já, og þetta þótt ekkert tiltökum mál. Mér fyrir ekki láta börn fara á svona vélar í dag. Nei. Og varst að vinna í fiski þá? Já, ég byrjaði að vinna í fiski ég var 13. Já, sumrin. Mætt 6 á morgnana, búið 7 á kvöldin. Árið eftir var ég fann að þrífa og mér taka hnífana og flugunavélinni og eitthvað, bara þú myndir aldrei setja börn í dag, stórhættulegt. Nei. Svo, það er alveg bara fín lína þarna, þarna var þetta alveg bara svona hardcore. Í dag erum við rosalega mikið að passa börnin okkar, að þau upplifi sem minnst af erfiðleikum. Já. Og maður er alveg stundu bara svona það þarf samt að vera jafn. Nei, það þarf að vera jafnvægi, sko. Maður þarf eiginlega að vera með smá svona jafnvægi á sig. Það er náttúrulega kannski heldur ekki gott, sko, eitthvað manneskja þarf við sjálfsögð með þegar þetta hamsturinn dó. Nei, einmitt. Það er alveg svolítið. Ég held að við erum, held ég, á leiðin að finna þennan gullna með. Já, ég held að líka. Við mannfólki erum bara, við erum svo lengi að meðtaka. Bara svona alveg svo þegar að vélarnar koma í bændasamfélaginu og börnin voru að missa hendurnar og lendi í driftsköftunum og svona. Og núna er tæknin, hún er miklu hraðari heldur en höfuð okkur fullorðna fólkinu. Þannig að krakka þetta er langt á undan. Tæknin er nefnilega orðin rosa mikil og ég finna alveg að ég er stundum að verða svolítið eftir, bara að missa af, sko. Já, ég finna líka, sko. Ég var bara í gæra að beða dóttir minni hjálpa mér að eyða fólki út af Snapchat. Já. Ég kann ekki það, Já, og ég þetta skipta kort í veskinu í símanum. Þessi þáttur er í áskrift. Ef þú vilt heyra meira, geturðu farið inn á fullorðins.is
og nælt þér í áskrift.